Það má kannski segja að síðasta áratugur á Íslandi og í rauninni meir en það hafi einkennst af deilum orkumál og orkunýtingu og kannski spurning hvort að verði einhvern tímann hægt að leiða það til lykta þannig að allir séu ánægðir, líklega ekki en það er öruggt að það hefur vantað dálítið upp á að stefnan væri skýr en það var svona sami stefnuna eftir því sem að fara gerir stundum bara síðust út korteri fyrir kosningar eða eitthvað svoleiðis en nú er sérstakur hópur búinn að taka saman drög að orkustefnu fyrir Íslands. Þetta plagg sem til umsagnar núna og umfjöllunar. Formaður þessa stýrihóps var Vilhjálmur Þorsteinsson og Vilhjálmur Þorsteinsson. Hann hérna hjá okkur og Ketill Sigur Jónsson sem hefur nú verið hérna hjá okkur áður að tala orkumálin, skrifar orkubloggið en lögfræðingur að mennt. Og það sem kannski lykilatriði í þessu getum við sagt að í þessu plaggi sé að vera og nú spyr ég þig sem svona eins konar umsagnar aðila Ketill, sé verið að hverfa frá stóriðjustefnunni? Já, það kannski hugsanlega ómikið sagt en það má samt færa rök fyrir því. Það þarna ýmsar áherslur sem að benda til þess að hérna verði ekki byggð álver að allan ekki að þeirri stærðargráðu sem verið hefur. Og það sem að álver þurfa almennt að vera stór til að vera hagkvæmt þá er frekar ólíklegt að hér rísi álverið Bakka eða Helguvík eða annar staðar ef að þessi stefna eða þessi drög verða að stefnu stjórnvalda. Já. Þá lögð áhersla á minni einingar eða? Það bæði það eru fjölmörg atriði, það til dæmis lögð áhersla á það er meiri fjölbreytni skulum við segja. Já. Það líka lögð áhersla á það að það verði afnumið að ríkið eða hið opinbera sé að ábyrgjast lán sem að orkufyrirtækin að taka til þess að virkja fyrir stóriðju og það þýðir raun og veru það að orkuverðið þarf væntanlega að vera á talsvert hærra til að standa undir virkinum í framtíðinni heldur en það hefur verið og sem útilokar þá stóriðju sem þrífst beinlínis á lágu raforkuverði eða annan hvort sem það álver eða annað svona ámóta iðnaður. Þannig að það svona nokkur atriði og þetta svona meðal þeirra ef svo maður segja. Já, Ketill nefnir hjá að skýrslan talar að það þurfi að orkuverðið þurfi að vera hærra. Það sé hugsanlega hagkvæmara að hafa minni einingar og þetta að ríkisábyrgðin verði ekki lengur inn í myndinni. Já. Þetta er kannski ályktun sem geta dregið að þessari stóru mynd sem við teiknum upp í skýrslunni. Þess að við erum að reyna að meta það fyrsta lagi hvað þessi auðlind okkar stór ef við til dæmis horfum á hana í raforkunni. Menn hafa verið að nefna tölur svona frá 30 upp í 50 teravattstundir á ári sem að sé virkjanleg eða vinnanleg raforka á Íslandi úr jarðvarma og vatnsafli. Og þegar við erum með þær tölur til hliðsjónar, þessar svona 30-50 og við skoðum það að við erum nú þegar í dag búin að virkja og vinna 17 teravattstundir, þá sjáum við það að við erum svona kannski frá því að vera rúmlega hálfnuð og kannski í það að vera með cirka þriðjung sem við erum nú þegar búin að vinna. Og þá auðvitað fer að verða spurningin hvað ætlum við að gera í framhaldinu og hvernig ætlum við að tryggja það að við fáum sem mestan arð af því sem eftir er. Já. Og hver er ykkar leið þá í því að tryggja að arðurinn sé meiri? Já, við erum að leggja það til að það verði, ef ekki segja bara meiri áhersla á arðsemina, menn kannski hætti að hugsa svona mikið magnið og fara að hugsa svolítið meira verðið sem við erum að fá fyrir okkur auðlind. Þannig að verðið hefur verið of lágt? Náttúrulega alltaf erfitt að horfa svona í baksýnisspegil og ákvarðanir geta hafa verið réttar á þeim tíma sem þær voru teknar en miðað við það hvar við erum núna þá held ég að það sé komin tíminn til þess að við förum að horfa miklu meira á verðið sem við fáum eins og segi fyrir það sem er óvirkjað og hugsanlega síðan hvað við ætlum að gera við þá orku sem losnar þegar þessir orkusölusamningar sem eru í gangi í dag renna út. Við erum líka með teikningu af því í skýrslunni hvernig það gerist en mikið af þessar orku er bundið til mjög langs tíma. En mun svo losna á næstu áratugum. En til þess að ná þessu hærra verði þá þurfum við að fá fjölbreyttari orkukaupendur og sem eru tilbúnari til þess að greiða þá verð sem er nær því sem við þekkjum í Norður-Evrópu eða Norðurlöndum eða OECD og miðað við alla þessa mælikvarða þá hefur nú orkuverð á Íslandi verið lágt. En þá erum við að tala annars konar starfsemi í raun og veru. Já, áliðnaður til dæmis og annars slíkur þungaiðnaður er þess eðlis. Hann leitar einfaldlega að lægsta orkuverði hvar sem það er að finna. Og ef við ætlum að fá hærra verð þá liggur það svolítið í því að við þurfum að leita eftir öðrum tegundum af kaupendum og þeir eru þá væntanlega minni, sveigjanlegri, kannski tilbúnari til að tengja orkuverðið við markaðsverð annars staðar. Já. Ketill, hver er svona framtíðarsýnin sem birtist í þessu? Já, hún er sú að
Það verði í fyrsta lagi þetta verður fjölmargt og þetta fjallar ekki bara iðnað heldur líka umhverfismál ýmislegt fleira. En samt ef við svona skoðum það sem lítur að beinlínis iðnaðinum og orkunni, að þá í mínum huga er klárt að það verði ekki fleiri álver byggð. Það eins og ég sagði þaðan. Það verður lögð áherslu á það að hækka verð þegar að samningum mun losna til stóriðjunnar. Stóriðjan, það er óljós kannski hversu mikið svigrúm hún hefur til þess að borga hærra raforkuverð. Ég vil meina að hún hafi þó nokkuð svigrúm til þess að borga okkur hærra verð heldur en hefur verið. Og þegar samningar losna þá er lagt til að það verði leitast við að fá talsvert mikið hærra verð, en einnig að minnka áhættu orkusalans, áhættu orkufyrirtækjanna. Það er að segja að til dæmis hætta að samningar séu miðaðir einhvern veginn við tengdir álverði. Þannig að sveiflur álver eins og þetta hefur verið, þá hafa samningarnir mjög verið tengdir verði áli. Og þar með eru orkufyrirtækjan taka áhættu sem að ætti eingöngu að hvíla á álfyrirtækjanum. Og með því að taka þetta út, þá verður áhætta minnkuð. Þetta er eitt af því sem að nefndin leggja til, og þetta er byrjað nú þegar Landsvirkjun í síðasta samningi sem var gerður, var að segja að Landsvirkjun samdi við Alcan í Straumsvík, nýjan samning nú nýlega, að þá var þessi álverstenging tekin út til þess að minnka áhættu Landsvirkjun. Og það er reyndar margt í þessari stefnu, þessum drögum sem að endurspegla mjög þá stefnumótun sem átt sér stað hjá Landsvirkjun síðustu misseri. Þetta rímar mjög vel saman, það sem að Landsvirkjun hefur verið að gera og boða og það sem kemur fram í þessum stefnudrögum, til dæmis að horfa til þess að leggja sæstreng, að það sé eitt af atriðum sem við höfum að skoða mjög alvarlega og raun og veru stefna að leið að verður bæði fjárhagslega og tæknilega gerlegt og ýmislegt fleira sem Landsvirkjun hefur lagt áherslu á og þau eru nú að leggja áherslu á. En svo er þetta líka ýmislegt í þessar stefnum sem mér finnst vanta svolítið upp á. Við skulum tala um það en þetta ekki sæstrengur, er það eitthvað sem er raunhæft að tala um? Það er oft nefnt að svara þeirri spurningu, en hins vegar er gott, þar að segja að það er raunhæft að velta því fyrir sér og það er bara beinlínis gott fyrir okkur og okkar samningsstöðum að segja að sæstrengur sé í umræðunni. Þann er þá valkostur og það má segja að ef það ekki tekst að ná hærra orkuverði hér á næstu árum og segja 5-10 árum, þá lítur að koma til greina að ná því með því að skoða sæstreng. Landsvirkjun hefur hins vegar verið að skoða þetta meira með tilliti til þess að nýta betur þá umframgetu sem er í kerfinu okkar. Þessum að kerfið, það er hannað fyrir raun og veru vond vassár, en í betri vassárum þá eigum við meiri orku sem að væri hægt að selja erlendis og sérstaklega þá á álagstoppum. En almennt að þá er stefnan okkar, hún er svona, við byggjum hann á svona þessum 3 stoðum sjálfbærninar. Við erum að tala svona hérna hagrænu sjálfbærni, það snýst peningana að fá arð af þessu. Það snýst samfélagslega sjálfbærni, að það sé sátt stefnuna og auðlindanýtinguna og svo snýst það umhverfisþáttinn í sjálfbærninni og við erum að taka á öllu þessu þrennum og sáttin er nefnilega líka mikilvæg, þessi samfélagslega sátt arðinn af auðlindurum og ekki bara það að við séum að fá gott verð fyrir rafmagnið, heldur að þessi arður sé síðan að skila sér til eigandi auðlindara, þar sem til almennings. Og það er náttúrulega óbúslega viðkvæmt deilumál í þessu samfélagi, með hvaða hætti það er gert og nú eru menn að deilum magma og sumir segja við alls ekki að láta útlend fyrirtæki koma nálægt þessu, aðrir segja það er bara nýtingarrétturinn sem er langur, við sömdum af okkur. Ég meina, hvaða afstæð er tekin í þessu skýrslu til þessara spurningar sem einhvern veginn, ég held að fáist nú aldrei endanlega sátt um það, en þetta eru mjög viðkvæm mál. Nei, einmitt, það er hins vegar mjög mikilvægt að svona langtíma stefnan sé mótuð og hún liggi svolítið fyrir og svo getum við þá líka nota það til í hálfbók til að taka afstöðu til magmamálsins. En við leggjum það til í okkar stefnu til dæmis að þessi útleigu tími auðlinda verði styttur úr því sem hann getur verið í dag 65 ár pluss framlenging niður í 25-30 ár. En við leggjum líka, ef við tökum upp hugmyndir nefndar sem að Karl Axelsson veitti forstöðu og var á vegum forsætisráðuneytis og gerði tillögur afgjöld af auðlindum eða orkuauðlindum. Það sem að gert er ráð fyrir ákveðnum upphafskostnaði sem að sá sem virkjar þarf að greiða til þess að greiða fyrir tapað eða fórnuð náttúrugæði og umhverfisgæði. Síðan útboði, ef það eru fleiri en einnum hittuna, þá fara fram útboð á virkjunarkosturum og svo ef það verði tekið auðlindagjald eða hlutfall af auðlindarentu allan tíman, hlutfall raunverulega af hagnaðinum af auðlindinni sem að skili sér til almennings. Og ef að þetta kerfi er komið á,
að þá það farið að skipta leið minna máli hver raunverulega tekur fjárhagslegu áhættuna af því að virkja. Ef að svo lengi sem auðlindarentan skila sér til almennings. Já, í einhvern sjóð þá eða til dæmis í nýjan auðlindasjóð sem við nefnum í skýrslunni sem að myndi þá halda utan þessa sameiginlegu auðlindir. Gæti eitthvað svona verið leið til sáttar í þessum málum? Það kann að vera. Mér finnst samt að þurfa að fjalla ítarlegar þetta í skýrslunni. Þetta náttúrulega bara drög og við veitum ekki hvernig kemur til með að líta út í lokin. En mér finnst til dæmis vantar mjög mikið umfjöllun hvernig þetta að nota skattkerfi til að dreifa arðinum og kannski það að horfa til mismunandi landa eins og til dæmis til Noregs þar sem að mjög verulegur hluti af arðinum af þessari starfsemi fer til sveitarfélagana til dæmis. Ég held að það er mikilvægt til þess að sveitarfélögin horfa ekki bara til þess að fá álver, risastórt álver og fullt af störfum, heldur frekar að þau leiti eftir því að fá til sín fyrirtæki sem borga mjög hátt raforkuverð. Það þurfi að byggja upp þannig kerfi, skattkerfi, að sveitarfélögin fái til sín verulegan hluta af arðinum sem myndast í þessari grein. Svo fannst mér alveg heitt sárlega vanta umfjöllun kost og galla mismunandi tegunda eignarhalds. Það að segja hvort það sé gott eða slæmt að einkaaðilar komi inn í orkugeirann í meira mæli eða hvort það hreinlega að minnka þeirra hlut. Það skauta mjög frjálslega yfir þetta og þarna hefði átt að koma meiri umfjöllun þetta og nú bara mjög ítarleg umfjöllun. Eins og atriði eins og að það ekkert fjallað til dæmis olíuna sem náttúrulega hugsanlega verður stór hluti af orku Íslands í framtíðinni. Við vitum það nú ekki ennþá. Nei, en við vitum þess að olíuútboðið fyrst að það misheppnaðist gjörsamlega og ég hefði gjarna viljað sjá þessari skýrslu fjallað það af hverju það misheppnaðist og að vera laðað til leiðir til þess að það myndi ganga. En það náttúrulega þessi eignarhaldsmál eru eitthvað sem að náttúrulega ríkisstjórnin bara, það mér sé að stórkostið ósætti innan ríkisstjórnarinnar og svo innanast milli allra stjórnar. Já, það breytir því ekki að það að skoða þessa kosti. Það líka eins og með jarðhitageirann. Jarðhita hefur verið lagður til hér uppbygging svo kallast jarðhitaklasa og Michael Porter kom hérna og var með áhugaverðan fyrirlestur hérna í haust það. Það ekkert nefnt í þessari skýrslu, ekkert fjallað það. Hins vegar eru nefnt fyrirtæki svo CRI og það pikkuð út svona ákveðnir þættir. En svo alveg látið vera að fjalla aðra mjög merka hluti. Það líka mjög áhugaverðar. Við skulum taka aðeins, ég hef ekki svo lítinn tíma eftir. Já, mér langar að klára þetta á innlendri orkuframleiðslu, bensíni. Það náttúrulega ljóst að við Íslendingar erum hræðilegir umhverfissóðar að því leyti við notum mikið af bensíni, mikið olíu og erum ekkert skárri en aðra þjóðir en það er sennilega verri. En þarna markmið að koma kerfinu á innlend eldsneyti. Já, það er mjög mikilvægt markmið fyrir okkur að draga úr notkun og jarðefnaeldsneyti. Það snertir alla þessa sjálfbærni þætti sem ég var að nefna áðan. Við setjum fram markmið 20% sparnað eða minnkun á notkun jarðefnaeldsneytis til 2020. Við setjum líka fram markmið að hlutdeild innlendra orkubera í slíku eldsneyti eiga að vera orðin að minnst 10%. Ég held í raun og veru við eigum að geta gert betur en þetta. Við erum þá bara að færa bensínnótkunna til dæmis á bílum tilbaka til 2002 cirka og við eigum ýmsa möguleika þarna, það er metanið, það er repja, það er metanól, það eru ýmsir aðrir möguleikar og svo er það líka þannig að við erum með okkar ágætu íslensku krónu að ef við spörum þarna í innflutningi, spörum gjaldeyri þá styrkir það stöðu krónunar, það lækkar innlent verðlag, lækkar alla skuldir heimilana. Þannig að þetta er einfaldlega atriði sem að borgar sig að fyrir okkur held ég hagrænt mjög ljóslega að fara svolítið kröftulega. En eins og segir, þurfum við ekki bara að setja okkur miklu metnaðarfyllri markmið varðandi þetta? Já, við þurfum að byrja einhvers staðar. Höfum nú til dæmis verið að vinna metanól í þessum kolefnis eða það eru áform það. Mývatn til dæmis. Við höfum ekki að setja okkur samt markmið sem eru algjörlega óraunhæf. Við höfum að markmiðin eiga að vera skynsamleg og raunhæf og mér finnst þetta mjög bratt markmið, þetta sem Vilhjálmur er að lýsa hérna, en það er kannski er það mögulegt, en það sem hefði mátt vera í þessari skýrslu og verður vandi þegar hún verður fullkláruð er einmitt hvernig á að ná þessu að skýra við stefnum það og svona kostnaðargreining og að skoða einfalda mismunandi kosti, hann nefnir nokkra kosti þetta metan og metanól og fleira, það er aðeins að skoða þetta og setja þetta í svona tölulegt samhengi og hvað það kostar að framleiða þetta og hvað er þetta framleiðandi miklu magni. Já, það er sérstakt verkefni í gangi sem heitir Græna orkan, vistorka í samgöngum sem er líka iðnaðarráðuneytið sem er meira svona taktíkin í þessu. Við erum svona strategían og þeir eru með taktíkina. Já, að gera að hafa þetta góða og skýra orkustefnu, þar sem það er tekið á sem flestum hlutum og þeir gerðu svona ljósir fólki. Já.
Takk ykkur fyrir að koma hérna. Við ætlum að fá hingað Mikael M. Karlsson, prófessor í heimspeki, ræðum stjórnarskrá og fleira.